Góðan daginn og velkomin í 58. þáttin minn hérna á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég handhafinn Óð. Nú í dag 3. febrúar, sunnudagsmorgun og ég vil bara bjóða alla nýja og gamla hjartanlega velkomna. Ég degi á undan áætlun í upptöku einfaldlega því að röddin að fara. Það búið að vera hálsbólga að ganga í fjölskyldunni og mér sýnist ég ekkert ætla að fara að sleppa við þetta hæsi. Þannig að þessi verður góðu vinur minn í dag. Í dag ætla ég að fara yfir klárið, verkvinnslu, Knitkrate-kassan sem ég var að fá og hvað á döfinni og svo töskurnar mínar. Það er svona nýja fréttir af þeim. Nú, ég ætla að vera alveg voðalega flott og fín fyrir ykkur hérna, en þegar að maður næri ekki almennilega andanum þá bara lætur maður þetta duga. Morgun lúkið. Og hérna, við fjölskyldan erum að fara út að borða í kvöld með foreldrum mínum sem voru að fagna 60 ára brúðkaupsafmæli á 5. var og ég ætla að spara puntið bara þangað til. En já, ég held að sé það bara ekkert eftir neina að bíða. En að sýna ykkur klárið og ég þarf ekki að heita hundur eins og ég sagði síðustu viku, ég mætti hundur heita ef ég kláraði ekki stykki. Og eða borða hattinn minn eða whatever. Ég allavega þarf ekkert að gera nema að vera bara hamingjusöm. En það er Marled Mania Cardigan eftir Stephen West sem að, eins og þeir sem hafa verið hérna í einhver tíma, vitið að ég var orðin mjög spennt að gera. Og þetta, ég sagði ykkur það líka síðustu viku að þetta er svona verkefni sem að mér leittist ekki 1 mínúta af því að gera þetta. Af því ég var svo hamingjusöm með gatni í þessu og bara hvað þetta er í rauninni einfalt. Bara. En lítur út fyrir að vera alveg geðveikt flókið og svoleiðis. En ég ætla að standa upp, fara stólinn, bakka og sýna ykkur. Þetta er sem sagt svona myndin á Instagram. Og svo getur maður bara vafið sig inn í þetta teppi með ermum. Og þetta er bara dásamt. Ég er bara búin að fara einu sinni í hana og ég fór í hana á sunnudaginn var þegar við fórum með prjónahitting í Reykjavík á gamla kaffihúsinu í Breiðholti. Og bara, þetta var yndislegt. Og svo var ég að spara hana svo ég geti sýnt ykkur hana og núna verði ég bara í henni, sko. En ég tók að ganni saman hvað ég notaði mikið af garni í hana af því ég ákvaði að halda alveg utan að það upp á gramm. Mér finnst svona gaman stundum að nördast með það, að vita raunverulega hvað fer í þetta. Það hjálpa mér rosalega með önnur verkefni af því ég er svo gjörn á að ofkaupa garni flíkur og svona. Gott fyrir gatveisleina en verða fyrir mig. Buttuna mína. Nú, ég notaði 127 grömm af baby súrínu. Notaði alveg 100 grömm af þessum ljósa sunflower maize í kragan. Ásamt öðrum svona fingering lit með. Hann er bara sjúklega fallegur. Ég get alveg hugsað mér að gera peysu úr bara þeim lit. Og síðan var ekkert á þessum var ekkert merki. Þetta var bara svona hálfur gæi og ég skráði hann bara sem grænan inn á rafverðli og það fór sérst 27 grömm á honum. Þannig að það fór sérst í þetta litla affellinguna og ég held að það hafi verið 2 umferðir og svo affellingin og ermannar og það er 27 grömm og ég held að það sé bara ágætt að fólk veiti það. Það er miklu minna sem fer í það heldur maður heldur. Það fer náttúrulega mest að því í kragan. Og
Og hvað svo sem að fólk notar í þennan hluta og ermarnar, þá eiginlega held ég að sé bara nauðsynlegt að sé svolítið svona fluff svo að kósíið haldist í þessu. Og svo þetta náttúrulega bara alveg frábær hönnun. Og já, ég gerði miðstærðina og þetta var náttúrulega ekki nærri í svona sítt þegar áður ég þvoði hana. Þetta er náttúrulega allt meira og minna superwash. Ég held að sé allt superwash hjá mér í þessu garni. Sumt er 100% meirinn og annað er 75-25 eða 80-10-10 eða hvernig sem það er, en allt superwash og þar af leiðandi tognaði vel á henni og fram hlutin er nánast á gólfinu, eða svona rétt fyrir um tætnar. En svo er líka ekkert mál að setja, ég fíla hana rosalega vel svona opna og ekkert mál að lokinu svona ef manni vantar ekstra. En það er ekkert mál að setja hérna bara nælu, fallega nælu, eða hreinlega hnappagatt. Ef að einhver er alveg staðráðinn í því að vilja hafa þann kost alltaf. Nú, það mál breyta. Maður er að eyða það miklum tíma og svoleiðis í þetta að maður verður að hafa svona hluti eins og maður fílar það best. En af superwash-gatninu fóru 832 grömm. Samtals 959 grömm af garni, þannig að þetta er næstu kíló af garni. En einhvern veginn, þá finnst manni það ekki. Hún er, ég veit ekki hvað veldur. Það er sannlega af því að náttúrulega þetta er létt hérna á öxlinni og það er ekkert eitthvað, þetta er í rauninni bara þunnt efni hérna, þannig að það er ekkert sem að þyngir hana hér. En ég bara, já, ég skrifaði niður að garni sérst, ég notaði bara, já, hvað notaði ég mikið? Ég notaði hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tegundir af svona fingring eða hérna sokkabandsgróleika garninu og 2 af babysúríinu. Þannig að þetta var sletti. Það voru, ég kláraði alveg næstum 3. Ég kláraði 2 alveg, svona 100 grömm hespur og svo 92 grömm af næstu og svo er þetta bara svona niður og við. Notaði minnst af þessum babysúríinu græna, 27 grömm. Og þá bara vindum við okkur yfir í verkvinnslu því að það var ekki fleiri klár. Þetta var bara, this was it. Ég hefði örugglega verið búið með meira ef ég ekki tekið núna vikuna í að sauma. En það sem þetta er engin keppni og snýst að njóta, þá hérna, það er svolítið svona, já, af því ég er með svo mikið keppniskap að núna er það svolítið markmið hjá mér að njóta meira. Gera bara akkur þá hluti sem ég langar til í handavinnu. Já, ég var líka búin að segja ykkur frá því, ég ætla að gera Pearl Break og það er ég svo sannarlega að gera. Sýnur allt. Tegja mig eftir hérna. Og ég er að nota afgangana úr peysunni, nema náttúrulega, ég get náttúrulega ekki nota þessa hana 2 hespur sem ég kláraði alveg og ekki þetta ljósara babysúrí, en ég er að nota allt annað. Og ég er komin alveg, ég er rúmlega hálfnuð alveg með þetta, en náttúrulega umferðirnar lengjast stöðugt, þannig að vera rúmlega hálfnaður þýðir ekki að það sé jafn mikið eftir að prjóna stundum í þessu. Svona snýr þetta víst. En ég ákvaði að fara þá leið að klára alveg þennan efsta lit áður maður byrjar þú veist, á munstrinu og þar fór ég að blanda inn hinum litunum og geri, þú veist, mismargar umferð með hverjum og bara leik mér. Og ég er að nota súríið líka hérna á til með einu og eina rönd af því að súríið er í hérna
peysunum náttúrulega, þannig að ég held að þetta verði svaka kósí með svona ef maður þarf að loka alveg fyrir. Ég var bara heppin á sunnudaginn, það var svo gott veður að ég var með sjálf hálsinn, af því ég vildi ekki fara í úlpu. En já, það var gott en skítkalt. Og ég er með þetta í japönsku tilraunatöskunni minni og hérna er sem sagt, þetta er ekkert merkilegt, þetta er allt komið í hnút og vitleysu og ég veit ekki hvað þarna ofan í. En sem sagt, stæðsta stykki hérna, þetta hérna, það er sem sagt Goosey Fibers Head to Week sem að hérna, sem ég er að nota, sem ég kláraði bara alveg þar. Og já, ég er ekki búin að klára neitt annað en það er mjög lítið eftir orðið af sömum, en þú veist, nóg alveg í eitt garð eða svo. Og þetta er svona búið að vera verkefnið, svona sjónvarpsverkefnið. Mjög þægileg og einföld sjálfskrift en hérna, og það er hægt að leika sér svo rosalega með hvernig maður setur hann upp, hvort maður nota bara 2 eða 3 hreispur eða 100 minis eða smá hreispur á ganga, whatever. Þetta er náttúrulega það sem hann er alltaf að hvetja fólk til þess að gera, það er að blanda og hérna, leika sér með liti. Og einhvern veginn, það er upp í staðið, þá bara virkar þetta alveg, þó að sé eitthvað alveg út í hött þegar maður sér það í hesspunum hlið við hlið, en þegar það blandast og sérstaklega maður eins og ég segi alltaf að marla litina eða þú veist, já, að þá einhvern veginn gengur þetta alltaf upp fyrir rest. En auðvitað þarf maður að vera með eitthvað svona, einhverja hugmyndum hvað maður er að gera. Þó að ég sé voða laus við að vera eitthvað föst í því. Næsta verkefni er Parachutee eftir Stephen West. Það er Stephen West þema. Og þetta er sem sagt hérna framstykkið. Rennur alveg við peysunum. Og já. Ég er nefnilega stemd að því að því ég ætlaði að taka upp í fyrramáli, þá ætlaði ég að vera alveg búið með framstykkið. En hérna, en ég ætla bara að stefna að því að vera búið með þetta næst því ég teku upp. Og ég er með yndislega garnið frá Systra Bönd, með hérna skýjahulu og íslenskt úr. Þetta átti að verða sjúsjúísrögg en ég gugnaði á því. Og þetta er 85% Superwash Merino oil og 15% nylon, þannig að þetta ætlar að stækka líka. Ég elska litina frá þeim. Og þó að þessi líti út bara fyrir að vera grár, þá er hann náttúrulega grár, en hann er alls konar grár. Og ég svona þurfti alveg að spá í bara, veitu hvað var ég að skipta lit, en þú veist, þá sé ég eitthvað staðar svona nokkra lykkjur sem eru svona meiri eða annar blær á, en það er náttúrulega það sem að gefur garninu líf. Þannig ég er mjög spennt að klára þetta og bólur sem ég keypti undir áður ég kláraði er komin í hús. Þannig að, já, ég er spennt að sjá hvernig þetta er og ég er náttúrulega, ég hef séð mikið af þessu Parachutee, en það er rosalega mikið það að fólk er að nota einmitt afganga og uppáhalds litapalettuna sína, þú veist, og bara, en ég ákvað að nota bara 2. Bæði bara til þess að gera þetta svona, að ég er ekkert eitthvað brjála, sko, minnst rosalega gaman á svona mildum litum og að blanda þeim og svona til þess að ganga í og hafa sjölinn svona í björtum litum en ekki eitthvað svona æpandi. Það er bara ekki minn stíl og hérna,
en ég elska þegar aðrir láta það virka. En nú ætla ég að stoppa, ég þori ekki öðru eftir fíaskóið síðasta og ég ætla að stoppa upptökun og byrja aftur. Ég komin aftur. Og já, þannig að ég bara mjög spennt yfir Parachute. Þá Stephen West umræðum lokið í bili. Næst það No Frills og hún komin á það stig að ég búin að setja ermarnar á band og byrjuð að prjóna bólinn. Það bara ótrúlega einföld peysa með laskarmum og bara, já. Og núna náttúrulega bara prjóna. Þar til núna nú síð og ég að bara fíla þetta í tætlur að blanda móherinu við garnirnar frá Kristínu í Vatnsnes. Og ég var að prófa að nota aðferðina við að því ég náttúrulega, þetta handlita garn og þó að móherið sé með að þá veit maður aldrei hvort að það sé það mikill munur og það myndi sjást. Þannig að ég fór að nota þessa aðferð sem ég nýbúin að uppgötva og það þegar byrja að nota dokku A og dokku B til þess að blanda inn gamallega og nýrri hespu að þá prjónar þangað til það eru 3 lykkjur að garni A, þú ert að prjóna með lit eða garni B og þá tekur 3 óprjónaðar og tekur upp garn A og prjóna með því þar til það eru 3 lykkjur að garni B, tekur þær 3 óprjónaðar yfir og prjóna með garni B og svo framvegis. Þannig að þú ert að fara aftur og bak hringinn með þessu móti. Og þessar 3 prjónast alltaf, sko. Það bara, bara víxlunin öðruvísi og þetta bara svínvirkar. Og þú sérð ekkert. Ég sé ekkert innan á peysunni hvað þetta að gerast, sko, svona eftir á. Og já, þetta dröfn, 100% merinóil frá henni Kristínu í Vatnsnes, sem átti að verða Woolend Honey eftir Andrea Maury en breyttist í No Frills og bara svona hvítur Sandnes mohair gæi. Þannig að þetta allt bara í góðan gír og nú ég að því ég á það mikið á hespunni sem ég að prjóna úr og ég ekkert að byrja strax að blanda lit eða þriðju hespunni við strax. Ég bara nota þetta í nokkrar umferðir, kannski 10, þannig að þá maður mjög öruggur með að það sjáist ekki eitthvað brjálu skil. Og ég held að sé alveg hverfandi líkur á því á þessum hespum sem ég með en mér finnst bara ekki þessi verið að taka sénsinn á því. Síðan ég að gera ég alltaf í miðri umferð þegar ég sýni ykkur þetta. Ég að gera North Easterly og ég ætla bara að prjóna umferðina. Ég hef örugglega hent þessu niður af því að ég var að passa bæði elsta og yngsta barnabarni í vikunni sem eru búin að vera að sjá að næla sér í hvern vírusinn á fætur öðrum. En svona, þetta sem sagt renningur A sem ég að prjóna renning B-ið núna og ég var sem sagt ég var komin áleiðis með renning B-ið og ég var ekki að fíla þetta í rauninni sko það sem rétt að ná teppinu í uppskriftinni í rauninni rangan hjá mér. Ég ákvað frekar að hafa þetta þannig að það kæmi svona eins og slip stitches kæmi svona brú. Ég sá þetta svona fyrir tilviljun hjá okkur á Instagram og ég var að fíla þetta miklu betur svo ég
bara fann út úr því hvernig best var að gera það og er bara mjög ánægð með það svona. Og ég hef verið að grípa þetta svolítið með mér svona þegar ég er að fara út úr húsi. Og já, ég bara mjög, ég hef ekkert mikið um þetta að segja, ég er búin að tala svo oft um það. Síðan er það Bits and Bobs. Það er alltaf að smá stækka. Það er nú hérna er sem sagt það sem ég var síðast. Þannig að þú veist, það tek bara sinn tíma. Þetta er 90% Fabel í þessu, eitthvað pínu Opal og Arne og Carlos og en svona, já. Alltaf með sama grunnlitin á bakvið og svo er ég að skipta hinum bara, ég vatt upp svona Fabel afganga í kökur og gerði bara svona væna hnúta sem, ekki væna hnúta, ég batt á lauslega saman til þess að ég geti svo losa auðvitað og gengi frá endunum eitthvað tíman þegar að því kemur. Þegar ég er mjög spennt fyrir því eða þannig. Ég ætti náttúrulega að því ég er hálfnum við teppi, ég ætti að taka mig til og bara fara að byrja að ganga frá þeim endum sem eru nú þegar komnir. Og þetta er svona hlössutösku sem ég var að prófa að gera. Og það er allt gatn í henni og teppið og bara fer vel um allt og hún bara galopnast vel líka. Þannig að en þetta er eitthvað sem ég mun bara gera svona ef fólk pantar það því að það fer óbúslega mikið efni í það og að því að ég er að vinna rosalega mikið með smærri búta og þá ætla ég ekki að já, þá bara ef fólk hefur alveg mjög mikinn áhuga á svona tösku þá bara er það bara svona sérpöntun. Nú, ég er með nokkra punkta. Þá er ég búin að tala um það sem ég er búin að vera að klára og vinna mest í og og mig fara að kitla svolítið í að fara tilbaka í smærri verkefni. Ég náttúrulega fór í algjörum peysuham á síðasta ári og nú er komin svona fiðringur í mig að fara í sjöl og vettlinga aftur og húfur. Ég gaf nefnilega slatta af sjölum til ljóssins þannig að þá eru bara eftir sjöl sem að ég nota og og það er alveg full ástæða að fara að byrja að fylla á hranlager aftur. Nei, ég segi svona, nú bara, nú bara veit maður orðið mikið betur hvað maður vill gera. Fyrstu 2 árin eftir ég byrjaði að prjóna á svona mikilli hörku aftur og þá hefur maður svona í gegnum það verið að átta sig á hvað virkar best fyrir mann og svona og líka ef maður sér eitthvað og langar að gera það að bara gera það og það er náttúrulega flestir örugglega sem fylgjast með mér er að fylgjast líka með Lindu og Linda og Stephen er að byrja einmitt með samprjón á Hyperknitting línunni eða bókinni sem að Stephen var að gefa út, Hyperknitting #1 og hún er náttúrulega til á rafverli í rafrænu formi og svo er auðvitað hægt að fá bókina í gegnum búðina hans og örugglega víðar þegar fram í sækir en ég náttúrulega gat ekkert beðið eftir því og það er hægt að kaupa uppskriftirnar stakar en ég var strax komið 4 uppskriftir sem ég langaði að gera af þessum 6 og þá borgaði sig bara að kaupa e-bókina eins og hún leggur sig af því að þú ert að fá þá ef þú kaupir e-bókina þá ert að fá rúmlega 2 uppskriftir fríar í rauninni með þannig að ég gerði það
og þau eru sérst með samprjón, Hyperknitting Kall, og ég ætla auðvitað að vera með því og ég ætla að byrja að gera hérna Hyperknitting hatt. Hann er svo svalur, það hálfa væri nóg. Og já, hérna, ég fekk mér í litlu prjónabúðinni fyrir svolítið síðan, Labia NMI DK, guðdómleika, Grello. Mér langar að nota hana, en mér vantar móher með og ég held að þessi prjónahittingur í litlu prjónabúðinni á 50. næsta og þá ætla ég að nota tækifærið og renna við í Hagkaup og kíkja á Onion móherið þar, af því mér finnst það alveg, Linda hefur verið að sýna það svolítið á snappinu sínu þegar hún var að gera sjálfundaginn og hún var að gera það dottor mér, jæja, og þar var hún, sýndi hún svolítið þetta Onion merinókat og það er svo ótrúlega fallegu gljáið í því og ég langar óslega að fá mér eitthvað þar við þetta til þess að setja í þá húfu. Svo fann ég líka hérna frá henni Kristínu og þetta gat fékk ég þegar við gerum vöru skiptið síðasta sumar og það á því stendur, þetta er 100% Blueface Leicester súpuost DK. Þetta er nýtt garn, ekkert nafn og nýr litur líka. Ég veit ekki hvað hann heitir í dag, en hann er æðislegur. Hann er svona á gráum grunni með hérna fjólublá og grænu og ég er að pæli að nota þennan fölbleika Sandnes silk mohair með. Og þá gæti ég byrja sérst á að gera fyrir húna, því mér langar að og sjá þá hvernig ég fíla húna þegar hún er komin hausinn á mér og hugsanlega gera þá aðra líka. Sjá, þetta myndi bara alveg hvort það ekki virka vel með feysunni. Er maður nokkuð að gefa litapalettinu sína hérna í ljós. Ég sagði það nú sem að var úr inn í annað að ég sagði það að prjónahittingnum síðast að það eru náttúrulega nokkrar þar sem eru að fara á Edinborgarhátíðina, ég ætti að láta hverja og eina hafa pening fyrir einni hespu, alveg sama hvaða grófleika eða hvað. Og það er eftir að kaupa sérst eina hespu fyrir mig, bara út frá þessum kynnum sem að þær hafa haft af mér að segja, síðan ég byrjaði að vera með þessum frábæru konum. Og það verður svo gaman að sjá hvað kemur út úr því. Þannig að hver veit. En svo verkefni númer 2 úr þessu Hyperknitting sem ég langar að gera er hérna Slumber Shawl. Og það er gert úr aran grófleika, mjög grófgarni, prjóna númer 5. Og ég svo sem er ekkert farin að skoða hvað ég á í þetta, en það kemur bara ljós. En þetta er sýnt í Labia NMI merino aran og það er semst 100% merinoull og 182 hjartar eða 166 metrar í 100 gramma hespu. Og það þarf 4 hespur í þetta. En samt, sko, hún er full, litur A er full nýttur og litur B. En svo er nota minna af C eða D. En maður þarf alltaf 4 aran hespur í þetta. Og þetta langar maður líka að gera. Þú veist, þetta verður svo fljót prjóna. Þetta verður svona, já, ef mann vantar svona quick fix. Þannig að ég mæli með að hérna, ef þið eru að gera eitthvað úr Hyperknitting númer 1, að taka þátt í þessu samprjóni hjá Lindu og Stephen, og Linda talaði þetta í síðasta podcastinu sínu. Það er á ensku, en alveg, þú veist, ég get fundið eitthvað meira út úr því ef það er eitthvað sem er ekki alveg með það á hreinu hvað er í gangi þar, en þetta er bara einfallega þannig að maður prjónar eitthvað úr bókinu og setur það inn á þráð
Hip Hip Barbanits á Ravelry. Hún verður með þráð þar sem að verður hægt að spjalla á og setja svo kláru verkefnin og annan og þar fram eftir götunum. Nú er annað stopp. En svo einmitt þá ég held að röddin sé að skána við allt þetta blaður. Sem er náttúrulega bara gott mál. Já, það sem eins og ég er að segja, það sem er að mig langar að einbeita mér aðeins er að klára hérna No Frills, Pearl Break og 2 teppi. Mig langar svolítið að fara að klára þetta Bits and Bobs og halda áfram náttúrulega með From Grandma with Love og hérna Northeasterly. Ég hugsa að ég muni hafa sérst forgangin á From Grandma with Love og Bits and Bobs. Northeasterly kemur bara svona meira með mér út að leika og hvernig staðan er á þessu hjá mér. Ég veit ekki, ég kíkti ekkert í aðra póka. Já. Síðan náttúrulega bara Feel Free peysan og Pink Onyx bólurinn sem eru bara í geymslu. Þannig að mér langar svolítið að fara, eins og ég sagði hana, í smærri verkefni, fara í húfur, vettlinga og sjal. Og já, það er svona svolítið tími komin á það eftir allt þetta eftir allt þetta peysuæði sem ég er búin að vera að ganga í gegnum. En mér langar alveg 1.000.000 peysur í viðbót. En mér langar líka orðið í, mér langar svo að gera nýjustu vettlingarna, sparivettlingarna frá Guðlu fyrir mig. Og já, það er svona eitt og annað sem að því að nú erum við farin út að labba á hverjum degi og þá finnum maður hvað er rosalega gott að vera í lopanum eða ullinni. Við notum ekki hérna Navia, Duo og Trio í vettlingana. En svo sjáum við bara, ég get alveg verið búin að skipta skoðun eftir smástund. Svo fékk ég ótrúlega fallega gjöf frá yndislegri konu í prjónakaffinu á sundaginn síðasta og það er svona scrapbók, framhliðin er föndruð og hérna er þetta scrapparinn.is sem að gerir þetta. Takk þetta afsakið skrjálið. Svo sjáu þetta betur. Happy Days. Ótrúlega fallegt. Made with love, specially for you. Stendur hérna aftan litlum með. Þetta ætla ég að nota sem svona prjóna dagbók eða svona þar sem ég er að skrifa. Maður fær oft svona skyndið hugdettur og svo maður búin að gleyma 5 mínútum seinna að maður skráir það ekki hjá sér. Og svona ef það er eitthvað sérstakt sem vantar eða hvað sem er, þá voru þessi bók tileinkuð því. Bara ástaþekkir, þú veist hver þú ert. Þannig að hún er búin að vera í plastinu að því að ég er búin að vera að spara hana sýnt ykkur en núna er hún komin úr því og fer í notkun. Síðan er þetta janúar knitkreit og ef að þið eru í því og ekki búin að fá það þá bara ætla ég aðeins að segja frá því hérna. Þetta er sem sagt hérna knitkreit Inspirations og sýna ykkur hérna ég fekk sem sagt 2 hespur af Vitalana Ambient Worsted og liturinn heitir Dawn Blush og þetta er 100% Peruvian Highland Wool. Semst 183 metrar í 100 grammunum. Þannig að ég get alveg notað þetta til dæmis eins og í slömber hérna sjalið. Þetta er mjög helgulegu litur og verður svo kannski með gráan og off-white sem það er 2 svonar. Við getum notað þá og svo eina hespu af einhverjum
fallegum gráum og svona off-white eða eitthvað svoleiðis. Til dæmis, af því að uppskriftin sem fylgdi með ekki alveg að heilla mig. Ég náttúrulega gerði kraga síðast og það aftur kraga uppskrift með þessu garni sem heitir Shift og síðan það hérna svona fyrir hendurnar en þetta eitthvað sem ég myndi ekki nota þannig ég hugsanlega nota þetta bara í eitthvað annað verkefni. Svo fyrir þá sem að fengur sokkabandsgróleikann þá uppskrift sokkum, svolítið skemmtilegt munstur framan á. Þannig að nú ég búin að sýna ykkur það og ég veit að boxnúmer fyrir febrúar var að leggja stað til mín. Það alltaf mátulega komin kassin þegar það senda hinn að stað, þetta tekur það mikinn tíma. En þá það töskurnar og eins og ég sagði þá fór ég í smá saumham, ekki eins trilltan og í fyrra þegar nú ætla ég bara að njóta meira. Þetta var orðið svona mikill verksmiðju fílingur í þessu og ég var orðin bara svolítið leið á þessu og ég náttúrulega vill alls ekki hætta þessu og þannig að ég varð að tækla þetta einhvern veginn öðruvísi og bæði að koma með svona eitthvað nýtt í þetta fyrir mig en þessar hefðbundnu og þessar samandraganlegu og boxin fara örugglega aldrei því það vinsælasta varan en það rosalega gaman að gera eitthvað annað svona bara svo ég fá ekki alveg klikka leið á þessu og líka ég bara ætla að gera færri í einu og bara láta það rúlla þannig og þetta sem að nýja dót ekki að fara á afslátt á næstunni, bara það var eins og spurði hvenær fer þetta svo á 50% afslátt eins og hitt og ég sagði bara, nei, þetta ekki að fara, það alveg allt ári framundan og ýmislegt sem að að fara að gerast og þetta því engan veginn, ég bara að ef þetta ekkert að seljast, þá ég bara að safna upp lager í aðra viðburði, það ekkert flóknara en það. En ég tók náttúrulega svaka rassíu í að losa búðina fyrir jól og það eitthvað smottir ég ennþá eftir, sem bara mjög fínt, en ég ekki að sauma þetta til þess að setja strax á útsölu. En nóg það. Hér þessi japanski eins og ég að nota sjálf, þessi bara svolítið stærri, og þetta fóðrað en það ekkert flísilinn í þessu þannig að þetta bara svona mjúkt og þægilegt náttúrulega að prjóna upp úr pokanum af því hann opinn annars þetta, þú veist, gatnið náttúrulega flækist ekki í neinu þegar maður að draga það upp úr þannig að þessi hefur fengið svolítið af áhorfi og systir hans sem bara alveg rósótt út í eitt, hún aðeins minni og hún eins að innan og utan, ekkert flíslín en fóðruð og svona eins og hinn með pínu kassa í botnin. Þannig að það gatnir geymist betur ofan í finnst mér að það smá kassi í því. Það svolítið af þessu nýju töskum farið en það náttúrulega bara æðislegt fyrir mig þannig að ef það eitthvað sem þið hafið séð á myndum minn á síðunni og þá sumt að því bara farið en ég ætla bara að sýna ykkur hérna lauslega þessa kassalöguðu eru sem sagt þær verða svona bara eins og tissue box eins og leis og hægt að opna alveg þannig að hún situr bara með verkefninu í og bara eins og skál og það alls konar fóður í þeim núna þannig að ég setti inn alltaf mynd af hverju tösku með því fóðri sem í því og svona smá dúsk til þess að þessi öðuldra að renna þessu og þetta svona pínlitlir álfar, blómaálfar og hérna svona
undir barnaverkefnin eða bleiurnar fyrir barnið og ég að nýta hérna gallaða rennilása sem hanga. Svona reyna að sóa ekki. Hérna kaffibollastellið í kassalögu. Það eina eftir af þessari típu. Það mjög margar bara svona one of a kind. Það var það lítið til efninu. Það 2 svona, þessar eru fínar undir einmitt hérna sokkaprjón eða barnaprjón. 2 svoleiðis fiðrildin, fögru. Ég búin að bíða svolítið spennt eftir að nota sömu efnin. En þú veist, ég veit ekki okkur ég notaði þau ekki síðast, en það var eitthvað. Og svo eru 2 svona, fínar einmitt, fínstærð undir sokkaprjón. Síðan eru hérna svona samandraganlegar. Það engin vasi í þeim en þær eru með flísilíni og kassalagaðum botni og bara dregnar, ég ekkert að draga saman ofan svo haldin áfram að vera sætar, það sem sagt blá og græn svona, sem sagt það bara, já, annar litur. Jarðaberja. Það þá spokkar á þessu. Bara svona. Svona blóma. Það eru 2 svona en það bara, þú veist, annar, ég var að nýta efni þannig að botninn á þessari með meira efni. En það eru jafn stórar, bara appelsínugullar og glaðar. Ég svona verið að reyna sauma vorið til okkar. Síðan átti ég nokkra svona búta af efnum. Og ég bara, þetta eru bara mjög einfaldar töskur. Það sem sagt ekki, það ekki vasi í þeim. Það ekkert handfang á þeim, en þær eru bara að öðru leyti eins og þessar hefðbundnu. Kassalaga botn. Það eru bara svona mjög penar í útliti. Og svo hérna þessi. Síðan gerði ég 3 þar sem ég var að nýta efnið þarna. Þetta eins og úr hérna, orðabók. Og fór strax 1. Það svolítið svona gamaldags lúkkið á þeim. Það svona eins og ég hafi hellt te og gleymt að skóla úr efninu. Síðan eftir, það 1 svona. Alls konar dýr að borða melónur. Og svo gerði ég eina svona af því ég átti svo mikið af svona tilskornum bútum. Og þessi bara hérna kassalöguð og opin og bara, já. Það var gaman að gera þessa lotu að þetta var allt eitthvað svona sem að ég gerði eiginlega bara eina í einu, venjulega sníði allt alveg og strauja svo flísilínið og allt og bara með svaka kerfi á þessu en núna hérna gerði ég þetta ekki þannig. Og þó það hafi tekið lengri tíma þá naut ég þess mikið betur. Þannig að það var bara mjög gaman. Svo ætla ég bara að sýna ykkur hvað í útsöluhorninu. Þar allt á 50% afslætti og það eitthvað vesen með hérna póstburðargjalda reikningadótið á þessu sem á afslætti þannig að það vantar oft póstburðargjaldið inn á en þið hafa náttúrulega bara verið yndislega þegar ég sendi ykkur tölvupóst og bent á það og það hefur bara verið græjað. Allar kökuverjurnar eru á 250 kall. Það til fleiri típur, þessast útlit. Þessar eru á 500 kall stykkið og það bara þessar 2 eftir. Þessi stóra hennar á 2000 og það 1 eftir. Mínum liggur hérna undir og passar fullt af alls konar gatni. Og svo allar þessar hefðbundnu hérna
sem eftir eru í útsöluhorninu, þar allar á 1750. Það ein eftir af þessum sem ég að sýna ykkur hverju einni. Ein svona og svo eru 2 svona eftir. Þannig að það ekki mikið eftir og þið hafi verið svo sannarlega að gera frábær kaup í með hennan afslátt og bara það rosalega gaman að afgreiða þetta af því að ég meina ef maður ætlar að fá sér eina tösku þá tekur maður auðvitað 2 en borgar bara í rauninni fyrir eina. Það alltaf gaman að fá góðan díl en eins og ég sagði á hann þá voru þess að 9 ekki að fara á neinn afslátt á næstunni. En bara, þú veist, frábært að fólk skuli spyrja og ég get þá hugsa minn gang og allt það. En annað hef ég svo sem, já, lítið kringum mig hvort að ég sé nokkuð að glemma ykkur. Nei, mér sýnist ekki. Ég kann rosalega vel við að gera þetta bara á 2 vikna fresti. Þó það eigi ekki að vera, þá pínu pressa á manni að vera með eitthvað innihald í þessu og að því að markmiðið hjá mér í ár að einfalda hlutina og njóta meira, að þá fylgst það að líka í sambandi við þetta og eins og ég sagði upphafi, ég með svo mikið keppnisskap að þetta var stundum alveg að ganga frá mér og ég held að þetta sé bara, þú veist, fyrir mig virkar þetta betur að gera þetta svona, að þetta líka að það fer tími í þetta, undirbúið þetta, taka þetta upp og ganga svo frá öllu og hlaða öllu inn í tölvuna og núna því að síminn með miklu hærri gæði en þess sem ég var með og þá það allt tímafrekara. Þannig ég hugsa að ég haldi þessu áfram eitthvað og ég held að þetta sé bara betra upp á eins og sumartímana svona að því að ég verð ekkit, eða þú veist, ég stefnaði að vera ekkit rosa mikið hérna og þá gott að vera ekki með eitthvað svona vikuplan að mér finnst rosa gott að vita hvenær ég að fara að gera hlutina og mér finnst ég að svíkja sjálfa mig ef ég klikka á því og ég nenni því ekki. Þannig að ég ætla að halda mig við þetta snið að svo stöddu en ég gef sjálfur mér full leyfi að breyta því ef þess þarf. Bara röddin komin aftur, ég kannski tek bara upp annað á morgun. Nei. Ég bara þakka ykkur fyrir áhorfið og óska ykkur góðrar og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst að 2 vikum liðnum. Takk fyrir og bless bless.